9 eru enn á spítala eftir rútuslysið í Öræfum í gær, þar af 3 á gjörgæslu. Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að betur þurfi að undirbúa viðbrögð við slysum á svæðinu. Það getur tekið sjúkrabíl allt að klukkutíma að bregðast við alvarlegum útköllum á Borgarfirði eystra en þar er hvorki læknir né hjúkrunarfræðingur. Rækjuvinnslan Hólmadrangur, sem er meðal stærstu vinnustaða á Hólmavík, reynir nú að leysa úr fjárhagsvanda sínum. Það yrði mikið högg ef illa færi, segir sveitarstjóri Strandabyggðar. Landeigendur við Hítará vilja grafa stóran skurð í gegnum skriðuna sem féll í ána í fyrra til að koma henni í sinn gamla farveg. Umhverfisstofnun vinnur nú að umsögn málið. Hatari er 17. atriðið á sviði í úrslitum Eurovision annað kvöld, en það hefur reynst sumum happadrjúgt. Lítið hefur dregið úr áhuga erlendra fjölmiðla á framlagi Íslands. Gott kvöld. Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að bæta þurfi viðbrögð við slysum í Öræfum þar sem rútuslys varð í gær. Farþegarnir eru í áfalli en eru þakklátir fólki sem kom þeim til hjálpar. 3 eru enn á gjörgæsludeild Landspítala eftir rútuslys í Öræfum í gær. 4. farþeginn hefur verið lagður inn á bráðalegudeild. Þá liggja 5 á skurðlækningadeild sjúkrahússins á Akureyri. Nokkrir voru fluttir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi en hafa allir verið útskrifaðir. Í rútunni voru 32 kínverskir ferðamenn og bílstjóri. Margir fengu beinbrot og skrámur. Fréttastofa hitti farþega í dag sem voru að sækja farangur sinn. Þau treystu sér ekki í viðtal en sögðust vera í áfalli og vera björgunarfólki afar þakklátt. Rannsóknardeild yfirheyrði farþega og bílstjóra í dag. Búið að flytja rútuna 300 kílómetra hingað á Selfoss til að skoða betur hvaða var sem olli slysinu. Bílstjórinn var að mæta flutningabílum þegar hann missti stjórn á rútunni. Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að vegurinn sé mjög þröngur á þessu svæði. Hvort að kanturinn springur eða hvað gerist, vindhviða eða eitthvað svoleiðis, það var bara eftir að koma í ljós. Vegöxlin er engin, hún gefur þér engan afslátt þegar það verður svona óhapp, þú þarft að víkja vel út í kantana, þannig að þá getur þetta gerst. Og vissulega þarf að skoða þetta allt saman. Hafið þið fengið einhverjar ábendingar að rútan hafi mögulega verið í ólagi? Nei, engar ábendingar það. Eins og segir það náttúrulega ekkert farið að skoða rútuna neitt að ráði en það er ekkert sem við heyrt með það neitt. Rútan er illa farin en hún rann daggóðan spöl eftir malbygginu áður en hún nam staðar. Fáir voru í belti. 2 lentu undir rútunni en björgunarsveitarliðar grófu þá undan með handafli. 10 til 15 manns eru í björgunarsveitinni Kára í Öræfum sem var fyrst á vettvang. Næstu þéttbýlisstaðir beggja vegna slysstaðar eru í 100 kílómetra fjarlægð. Við þurfum að fjölga þarna viðbragðsaðilum því að við sjáum það að þessi stóru slys er að verða á þessu svæði. Við erum að verða óþægilega æfð í þessum stóru slysum og ég óttast að þetta sé ekki síðasta slysi sem við erum að sjá. Eins og framkom í fréttinni er björgunarsveitarfólk oft fyrst á vettvang alvarlegra slysa. Á Borgarfirði eystra getur bið verið löng eftir sjúkrabíl líkt og í Öræfum og formaður björgunarsveitarinnar segir að vettvangslíðar geti veitt takmarkaða hjálp. Á Borgarfirði eystra hefur ekki verið hjúkrunarfræðingur í 4 ár. Þó að þar hafi aðeins 70 manns fasta búsetu allt árið, kemur þangað fjöldi ferðamanna til að skoða lunda og ganga víkur. Þar fara líka fram fjölmennir menningarviðburðir og má nefna bræðsluna og dyrfjallahlaup. Formaður björgunarsveitarinnar hefur áhyggjur af þeirri stöðu sem gæti komið upp. Við erum ekki með sjúkrabíl á staðnum eða lækni eða sjúkralið eða hjúkrunarfræðing. Og þurfum að sækja alla þjónustu upp í Egilsstaði og þurfum að bíða klukkutíma eftir sjúkrabíl. Brunavarnir á Austurlandi þjálfuðu hóp vettvangsliða í bænum en hluti þeirra fluttist burt og boðar Neyðarlínan nú líka út björgunarsveit í alvarlegri sjúkrabílsútköll á Borgarfirði. Enginn þeirra er sjúkraflutningamaður. Þá megum við eiginlega ekki gera neitt nema hnoða og blása og setja plástur. Þeir eru með náttúrulega þekkingu að það geta gefið súrefni og morfín og sett kokrænu og miklu fleira. En við höfum ekki leyfið að þekkingu til þess að gera það.
Slökkviliðið hefur kallað eftir því að vettvangsliðar á Borgarfirði fái viðeigandi tæki og búnað og að skýrt sé hvað þeir mega gera. Þetta er vandamál víðar og Landsbjörg hefur ítrekað spurt stjórnvöld hvert hlutverk sjálfboðaliða eigi að vera í kerfinu, enda séu þeir ekki menntaðir sjúkraflutningamenn. Stundum er ófært fyrir sjúkrabíl og þá þurfa Borgfirðingar að bjarga sér sjálfir. Þetta er kerra sem við getum hengt aftan í sleða, snjósleða, til þess að flytja til dæmis slasaða manneskju yfir fjallir að það er ófært, og þetta er gjöf sem bændur og fleiri gáfu okkur björgunarsveitinni. Í björgunarsveita jeppanum er engin búnaður í líkingu við það sem finnst í sjúkrabíl. Til að mynda er ekki hægt að gefa súrefni. Það er hægt að setja niður sætin og koma sjúklingi fyrir hérna, en þetta er ekki sjúkrabíl og við erum ekki sjúkraflutningsmenn. Allir hafa reynt að leggja sitt af mörkum, segir starfsmaður rækjuvinnslu á Hólmavík, Hólmadrangs á Hólmavík. Fyrirtækið hefur átt í fjárhagskröggum en framkvæmdastjórinn hefur trú á því að það leysist farsællega. Rækjuvinnslan Hólmadrangur er meðal 3 stærstu vinnustaða Strandabyggðar. Við erum með 21 starfsmann í vinnu hér og þar eru fjölskyldur á bakvið og afleidd störf, og við erum að kaupa hér þjónustu iðnaðarmanna og fleiri og borgum útsvar og aðstöðugjöld og fasteignagjöld og slíkt. Og þannig að þetta er mikilvægur rekstur hér í sveitarfélaginu, mjög svo. Rækjuvinnslustöðin er ein af 5 sem eru eftir á landinu og hefur á undanförnu verið í fjárhagskröggum. Eftir greiðslustöðvun og endurskipulagningu fyrirtækisins hefur það fengið heimild til að leita nauðasamninga og á nú í viðræðum við kröfuhafa. Við ætlum að halda áfram og við höfum bara góða trú á því, enda höfum við bara keyrt eftir mjög stífu rekstrarplani sem hefur gengið eftir, og við höfum fulla trú á því að það endi farsællega með samningum við kröfuhafa. Við höfum bara reynt að standa okkar vakt. Það hefur verið mikil vinna og við höfum bara reynt að gera okkar besta. Allir reynt að leggja sitt að mörkum. Já. Og bara staðið saman alveg mjög þétt. 99% af rækjunni sem er fullunnin á Hólmavík er innflutt og jafn stórt hlutfall er flutt úr landi. Sigurbjörn segir rækjuvinnsluna verið í fremstu röð á heimsvísu með mikilvægar vottanir og að staðsetningin sé góð á alþjóðavísu. Við erum þannig tengd við Evrópumarkaði og við getum tekið hérna vörur frá Kanada og jafnvel Alaska og Barentshafi og Noregi og Rússlandi, og við getum framleitt vörur sem á greiða leiðin á markaði í Evrópu. Það er mikið í húfi en í Strandabyggð búum 440 og hefur farið fækkandi á síðustu árum. Sveitarstjórn fylgist grannt með þróun mála. Það væri ólýsanlegt högg fyrir sveitarfélagið ef þetta fær illa. Ég hef hins vegar fulla trú á því að þessir samningar sem nú standa yfir skili þeirri niðurstöðu að fyrirtækið haldi áfram rekstri. Miklar breytingar hafa orðið á Hítará síðan stórt berghlaup féll í ána í fyrra. Skipulagsstofnun hefur til skoðunar hugmyndir landeigenda að grafa stóran skurð í gegnum skriðuna. Eitt stærsta berghlaup frá landnámi varð í Hítardal á Mýrum í júlí í fyrra. Skriðan breytti landslagi dalnum og stíflaði ána sem fann sér þó fljótlega farveg framhjá stíflunni. Hítará hefur langt árabil verið en besta laxveiða á landsins, en eftir að skriðan féll höfðu fiskifræðingar miklar áhyggjur af framtíð laxastofnsins í ánni, enda þornaði upp stór hluti af hrygningar og uppeldissvæði laxins. Þá var áin mjög gruggu eftir að skriðan féll, eins og sjá má á þessum myndum sem teknar voru nokkrum dögum eftir að ósköpin dundu yfir. En nú tæplega ári síðar er allt annað uppi á teiningnum. Áin virðist komin í sitt fyrra horf og er orðin tærað nýju. Ég held að áin sé búin á jafnvægi, hún er búin að hreinsa sig og lítur vel út fyrir sumarið, og nýji farvegurinn hann er spennandi. Ég myndi segja að svo á sem við erum að fara við í sumar er síður en svo minna spennandi heldur en svo sem rann fyrir skriðið. Orri segir að 2018 hafi verið meðalár þegar kemur að laxveiði í ánni. Hefur svona tekið eftir því að reyndir veiðimenn hafa áhyggjur af stöðunni hérna? Já, skiljanlega. Menn náttúrulega sáu þessar rosalegu myndir strax eftir jarðfallið í fyrra og þetta var náttúrulega bara mjög skiljanlegt að menn sett upp stór spurningamerki hvernig lífríki myndi fara hérna. Hvernig gengur að selja veiðileyfi? Gengur ágætlega. Þetta hefur alveg haft áhrif og það er bara þannig að það er svolítið að byggja upp trúverðuleika á ánni aftur, og það er eingöngu gert með því að sýna hvað kemur upp úr henni. En við erum spennt fyrir sumrinu.
Veiðifélag Hítarár hefur áhuga á að endurheimta gamla árfarveg árinnar með því að grafa skurði í gegnum skriðuna. Félagið hefur sent Skipulagsstofnun fyrirspurn hvort slík framkvæmd kalli á mat á umhverfisáhrifum. Umhverfisstofnun vinnur nú að umsögn í málinu. Það vilji fyrir því hjá bændunum sem eiga ána að skoða með möguleika á því, en það ekkert ljóst með hvernig það fer og kannski ágætt að vera ekkert að tjá sig það, en áin sem að núna hún spennandi. Þannig að það væri ekkert sérstakt hagsmunamál fyrir þér að það yrði gert? Alls ekki. Mér líst mjög vel á þetta sem ég með í höndunum núna. Samningur Reykjavíkurborgar við nýja tónleikahaldara Secret Solstice hátíðarinnar kveður á að greiða þurfi ógreiddar skuldir fyrri eigenda. Framkvæmdastjóri hátíðarinnar segir aðalatriðið að samningar hafi náðst. Borgarráð samþykkti í gær samning við lifandi viðburði að halda tónlistarhátíðina Secret Solstice í júní. Borgin krafðist þess að hún yrði gerð fjölskylduvænni. Framkvæmdastjóri hátíðarinnar segir að ýmsar ráðstafanir verði gerðar, til dæmis verði verð lækkað fyrir ungmenni og komið á sérstökum áfengisböndum sem fást afhent gegn framvísun skilríkja. Við munum klálega vinna áfram með borginni, lögreglunni og foreldrafélögum og hverjum sem vil vinna með okkur með forvarnir. Þannig að við erum alveg mjög bjartsýnir með þessa hátíð og framhaldið. Annað skilyrði samning sem náðist milli borgarinnar og lifandi viðburða að félagið borgi ógreiddar skuldir Solstice Productions, rekstraraðila hátíðarinnar í fyrra. Heildarskuldin 19 milljónir. Við lítum svo á að nýjir rekstraraðilar hafa gert samkomulag við fyrirverandi leyfi til að halda hátíðina og vörumerkinu og við tengjum þetta við vörumerkið Secret Solstice. Fram kemur í samningnum að borgin veiti lifandi viðburðum 8 milljón króna styrk sem ganga upp í ógreiddar skuldir. Þið þá ekki bara að borga ykkar skuldir? Jú, þetta má eiginlega segja það. Þetta hefur verið gert margoft. Það hafa tónlistarhátíðir farið í gjaldþrot eða hætt rekstri og borgin að styrkja úr einu vasanum, það alveg rétt, eða úr einu gjaldalinum yfir í annan, en með þessu móti erum við að ná saman. Lifandi viðburðir fengu grænt ljós frá borginni að hefja miðasölu í september í fyrra. Á þessu ári kom svo í ljós að óvissa væri með hvort hátíðin yrði haldin vegna skulda. Víkingur segist ekki hafa búist við því að þetta yrði loka niðurstaða. Í upphafi nei, en eins og segi, þetta samningur milli tveggja aðila, þannig að maður þarf alltaf að hlusta á hina hliðina og bara skoða alla möguleika og þetta var sem þurfti til þess að klára þennan samning. Úrslit Eurovision söngvakeppninnar verða í Tel Aviv annað kvöld. Íslensku keppendurnir verða þeir 17. á svið en alls keppa 26 lög til sigurs. Björg Magnúsdóttir í Tel Aviv. Björg, þó að keppnin sé ekki fyrr en á morgun þá fá keppendur lítinn tíma til þess að hvíla sig. Við skilst að standi núna yfir dómarareynsli eða hvað? Já, það hárrétt Bogi, hér var dómarareynsli bara flautað á rétt í þessu og við erum hérna inn í búblunni svo nefndu, það mikið at á bakum með eins og sést kannski listamennir hérna leggja loka hönd á allt saman hlaupandi hérna upp á sviðið í þeirri vonum að heilla dómarna og syngja sig inn í hjörtu þeirra að því eins og við öll vitum þá skiptir atkvæði og já, það sem dómarnir gefa í einhvern það skiptir jafn miklu máli og atkvæði almennings á morgun. En við erum auðvitað spenntust fyrir því að vita hvernig síðustu klukkustundir í lífi hatara hafa verið. Hér hjá mér maður sem veit allt það Rúnar Freyr Gíslason, fjölmiðlafulltrúi íslenska hópsins. Rúnar, hvernig hefur dagurinn verið? Hann hefur verið algjörlega frábær. Krakkarnir hafa einhvern veginn verið ótrúlega róleg og í góðu jafnvægi. Við vorum einmitt að tala þetta rétt áðan hvað fáránlegt miðað við álagið sem hefur verið á þeim, hvað þeim líður bara vel og hvað þeir að dreifa boðskap lagsins bara hér í þessari búblu. Þau eru að elska samkeppendur sína og bara hafa það gott og fá nudd og hvíla sig og þetta er búið að vera góðu dagur. Já, þetta hljómar allt saman mjög vel. Það er eins konar hatarafár í gangi, það hefur verið brjálað álag á þeim, já bara fjölmiðla samsteypur hafa verið að biðja viðtöl og svo framvegis, hvernig hafa þau mál verið? Þau hafa verið alveg ótrúleg, bara einu orði sagt, sko, og það sem er svo gaman er að þau eru með skilaboð, sem að fjölmiðlar virðast hafa áhuga og það er að opna á fleiri fjölmiðla heldur en öllu jafna sinna Eurovision. Þau voru á CNN í gær, BBC, Time, Guardian er að tala við þau og Reuters og ég veit ekki hvað og hérna það er alveg magnað að þau líka ná í þessum viðtölum að sýna
listamannin í sér, að sína húmórin í sér og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þau eru að standa sig ótrúlega vel, þetta er frábært. Þetta eru frábær skilaboð inn í framhaldið. Við stígum á svið númer 17 á morgun. Það er ágætis tala skilst manni, en það eru fleiri fræðimenn en venjulega í viðtölum Eurovision. Já, vegna staðsetningar keppninnar, kíkjum á það nánar. Það eru ekki bara leðurólarnar og latexið sem kveikt hafa áhuga á íslensku keppendunum í ár. Hatarar hafa ekki síst vakið athygli fyrir þennan boðskap sinn. It shouldn't be business as usual. It's a paradox that it's apolitical because hosting it here is hugely political. Ísraelar segja hins vegar margir að loksins geti heimsbyggðin séð landið í réttu ljósi. It's about time that people gonna come here and see what Israel have to offer, you know, not only from the politics side and all the wars and everything. You see, we are a culture with a lot of music, a lot of artists and fun. Fyrir Ísrael þetta skiptir þetta gífurlega miklu máli að því þarna verið að vekja athygli eitthvað allt öðru heldur en Ísraelar eru mjög passið sem að vekja ekki athygli á. Þá fólk tengir þá núna Ísrael við skemmtun og gleði og gaman og glans og þá er það ekki einmitt að tala þá sem búa ekki í slíku ástandi og þá er athyglinni dreift frá hernáminu á Vesturbakkanum og í Gaza. Hatari er 17. atriðið á svið annað kvöld. Það kyndir kannski von í brjósti einhverra að vita að 7 sinnum hefur atriði númer 17 unnið keppnina. Finnarnir í Lordi voru til dæmis númer 17 þegar þau unnu keppnina árið 2006 með Hard Rock Hallelujah. 6 árum síðar var hinn sænska Loreen sú 17. á svið þegar hún vann með laginu Euphoria. Þá má velta upp þeirri staðreynd að besti árangur Íslands í keppninni hefur hingað til verið á 10 ára fresti. Fyrst árið 1999 þegar Selma Björnsdóttir renti í öðru sæti með All Out of Luck og svo árið 2009 þegar Jóhanna Guðrún náði sama árangri þegar hún spurði Is it true? Hvað Hatari gerir nú 10 árum síðar kemur í ljós á morgun. Stangveiðifélag Reykjavíkur fagnar 80 ára afmæli þessa myndi. Það var stofnað 17. maí 1939. Í dag var boðað til hátíðarfundar í baðstofu iðnaðarmanna við Lækjargötu í Reykjavík þar sem að Guðrúni Thorlacius var sæmd gullmerki félagsins. Guðrún var 16 ára þegar hún gekk í félagið árið 1941 og er í dag félagsmaður númer 1. Stofnfélagar voru 48 en félagsmenn eru nú 2500. Nemendur í Háskólanum í Reykjavík hafa unnið að því síðustu vikur að fá róbóta til að hlýða skipunum á íslensku. Leiðbeinandi námskeiðsins segir að þetta sé í fyrsta skipti sem tækjum er stýrt á íslensku sem sé mikilvægt skref í snjallvæðingu tækja. Hægri. Það tekur róbótan 8 sekúndur að vinna úr skipuninni. Við vorum að hanna vélmenni, róbot sem þarf að skynja umhverfið sitt og svo á hann að greina tal með talgreini sem við fáum hérna frá háskólanum. Og ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta gerist, að hver sem geti stýrt tækjum á íslensku. Þetta er náttúrulega mikilvægt atriði í sammenginu við það að fulla tækjum verða snjallari. Hvað finnst þér þriðja orkupakkann? Ég fór eftir að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Hann svarar spurningum þriðja orkupakkann, en er hann inni í einhvern fleiri þjóðfélagslegum álitaefnum heldur en því máli? Nei, hann er nokkuð óupplýstur kallinn. Við erum bara með 4 tilfelli sem við vinnum úr. Ef við fáum eitthvað utan þess ramma, þá svarar hann að hann sé mjög óupplýstur þá leyti. Og það er alltaf Sigmundur Davíð sem segir það? Já. Íbúar á dvalarheimilinu Grund þurfa ekki að leita langt yfir skammt til þess að tolla í tískunni. Á fyrstu hæð hússins er lítil verslun sem selur allt milli himins og jarðar, meðal annars fatnað. Það er mjög mikið verslað hérna. Hvað er svona vinsælasta varan hjá þér? Það eru eiginlega svona þessi mjúku föt sem að bæði starfsmenn og íbúar hérna kaupa. Við erum líka með naglalökk, alls konar góð krem, ylvötn og svoleiðis og þetta er allt mjög vinsælt. Svo erum við auðvitað með nælonsokka og svoleiðis. Þetta er svona eins og bara, hvað segir maður, þetta er svona lítið kauffélag í miðri borginni, kauffélag í 101. Og í gær var haldin tískusýning til að kynna herlegheitin. Þegar fréttastofu bar að garði var undirbúningur í fullum gangi fyrir sýninguna og greinilega mikill spenningur í mannskapnum. Og útkoman var glæsileg.
Mér fannst hann bara nokkuð góð. Ég fylgist svo ekki mikið með tískuna, ég reynir svona að vera ekki alveg út úr öllu korti. Mér finnst þetta bara ágætt. Sætar konur. Gaman að sjá bæði hjólastóra fólk og allavega á sig komið. En það gat skemmt sér við þetta og við hinn skemmtum okkur náttúrulega alveg frábærlega. Það var verið að kveika í okkur til þess að kaupa. Hefur þið lengi dreymt að vera sýningadala? Mér bara langað til þess að því fættist ábyggilega því ég er svo forvitin að það engu lagi líkt. Ég hélt ég myndi fara í Fossvogi áður en kæmi að því. Þetta mynstur, er þetta svona eitthvað í ætt við hatara í Eurovision? Já, þetta sko eitthvað svoleiðis. Ég vil ekki, ef strákarnir hefði bara heitið annað en hatarinn og verið svolítið öðruvísi klæddir, þá hefði ég kosið á. Heldur þú að gera þetta aftur? Ætlarðu að leggja þetta fyrir þig, sýningarstörfin? Sko ef ég næði því að verða 100, þá hlýtur það að vera. Sumarveður lék við íbúa á Norður- og Austurlandi í dag. Þeir nutu blíðunnar með ýmsu móti. Miðbær Akureyrar iðaði af lífi og ungir sem aldnir sleiktu sólina. Veitingastaðir voru þéttsetnir og margir borðuðu úti eða fengu sér ís. Vorið hefur verið með eindæmum gott á Akureyri og hver blíðviðrisdagurinn rekið annan. Hiti var víða í kringum 15 stig á norðausturhorninu í dag en mældist hæstur í Ásbyrgi 20 stig. Á Egilsstöðum var einnig sumarveður börnum til mikillar gleði. Þau notuðu daginn til þess að leika sér í selskógi í skjóli frá mildri sunnanáttinni. Og það verður austlæg átt áfram ríkjandi helgina og það rignir öðru hvoru á suðvesturhorni landsins. Í öðrum landshlutum verður skýjað með köflum en að mestu leyti þurrt. Áfram milt í veðri og það er Theodór Freyr Hervarsson sem er veðurfræðingur kvöldsins og fer yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslandsmeistarar Vals unnu sinn fyrsta sigur í sumar þegar Valur vann Fylki 1-0 í Árbæi í gærkvöld. Ólafur Jóhannesson þjálfari Vals segir óvíst hvort framherinn Gary Martin fá að æfa áfram á Hlíðarenda. Alfreð Gíslason og lærisveinar hans í Kíl mættu Holstebrón liði Vignis Svavarssonar í undanúrslitum EHF bikarsins í handbolta í dag. Og Golden State Warriors eru komnir í góða stöðu í úrslitaeinvígi vesturdeildarinnar í NBA-deildinni í körfubolta. Allar helst í kvöld, 9 enn á spítala eftir rútuslysið í Öræfum í gær, þar af 3 á gjörgæslu. Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að betur þurfa að undirbúa viðbrögð við slysum á svæðinu. Það getur tekið sjúkrabíl allt að klukkutíma að bregðast við alvarlegum útköllum á Borgarfirði eystra en þar er hvorki læknir né hjúkrunarfræðingur. Rækjuvinnslan Hólmadrangur sem er meðal stærstu vinnustaða á Hólmavík reynir nú að leysa úr fjárhagsvanda sínum. Það yrði mikið högg ef illa færi, segir sveitarstjóri Strandabyggðar. Þessu er að ljúka, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10.